Björnlinni, nú klukkan 6. Þú hringir og við teljum saman. Já, allt í lagi. Tilbúin? Tilbúin. Já. Unus, duo, tres, quatfor, quinque, sex. Hvað ertu eiginlega að segja, Gáfnaljós? Ég að telja á latínu. Kannt að telja á latínu? Já. En kannt ekki að telja á íslensku? Auðvitað, Lilli mín, kann ég að telja á íslensku. Ég bara að æfa mig á latínu. Já. Og ég sem kann varla að telja á íslensku. Ég veit krakka sem kunna að syngja á hollensku. Ég líka. Það eru krakkarnir í Hlíð. Alveg rétt. Og þau ætla að syngja fyrir okkur 2 lög á hollensku og svo ætlar hún Dittu að syngja fyrir okkur... Já, ég veit hvaða lag hún ætlar að syngja. Nú, hvað? Hún ætlar að syngja Komdu kisa mín og Dittu ætlar að syngja á íslensku sem betur fer því þá skil ég hana. Það er gott fyrir þig. En nú ætla ég að syngja lag um hana kisu. Kannski á ykkur kisu hérna líka. Sko, ég vissi það. Og þið syngið örugglega oft þetta lag fyrir kisurnar. Já. Ég átti einu sinni. Ég á kisu núna. Nú skulum við syngja lagið kisu. Já, ég á kisu. Ég á ekki kisu. Já, ég á kisu. 7. Ekki ég. Ég á ekki. Þú engar kisu. Heima hjá mér. Koma heim til mér. Mamma sagði það. Komdu kisa mín, kló falleg þín og grátt þitt gamla trín og grátt þitt gamla trín. Mikið malar þú, mér það líkar nú. Víst ertu vænsta hjú, víst ertu vænsta hjú. Banar margri mús, mitt og friðar hús. Ekki í þér lús, oft þú spilar brús. Þú ert sniðug létt og liður leikur bæði snör og fús. Við skulum drekka dús. Heyrðu krakka, veitu, ég heyrði hérna í sveitin að þið kynna að syngja hollensku. Er það rétt? Já. Má ég heyra? Hérna, hvað kunni eitthvað meira? Já. Hvað? Annað á hollensku líka? Já. Má ég heyra? Þú sem á koma sá, ykkur lekkum meld og já, en og mei, restu brei, ofan lekkum smullum vei. Hvað ertu nú að rannsaka, Gáfnaljósið Ég að rannsaka skordýr. Skordýr? Já. Er það svona akka pínu lítil kvikindi sem sjást þú alla? Já, Lilli minn, en þau sjást nú vel sum þeirra. Já. En skordýr heita allar flugur, fiðrildi, járnsmíðir, bjöllur og mörg fleiri dýr. Og kakkalakkar? Já. Veistu það, Lilli, að það hafa fundist 1200 tegundir af skordýrum á Íslandi? Vá, 1200? Já, og þau finnast allt frá sjó og upp í hæstu fjöll, bæði á Grónulandi og Berangri og líka í húsunum okkar. Æ, bara ekki sko heima hjá mér, það get ég sagt þér. Jæja, nú sjáðu bara hérna niðri, sjáðu hérna. Ég sé ekkert. Sjáðu bara. Hvað? Ég skal þá bara sýna þér á krökkunum, sjáðu, gerum stekkurumglerið, sérðu? Á, oi, barasta hjálp! Ertu brjálaður?
Já, ég stækka hana bara svona margfalt í stækkunarglerinu mínu, sko. Já. En, sko, Lilli, nú ætlum ég að fara með þig og krakkana og kynna fyrir ykkur nokkur skordýr. Já, ég til í það. Já, allt í lagi, þá skellum við okkur bara. Ekkert á hvolfi. Maður liggur bara hérna í rólegheitunum á bakinu og horfir upp í himininn. Upp í himininn? Ætlar að missa leikritinu hjá leikfélagi Hveragerðis, ha? Sem að fara að sýna, ha? Hvað, ertu að meina dýrin í hálsaskói eða hvað? Já, auðvitað, asniðin. Ekkert liggur á. Hvað gengur eiginlega á fyrir? Við hefum eftir að kynna leikritið. Æja, alveg rétt. Asni get ég verið maður, ha? Ég byrja þá. Sko, það er leikfélag Hveragerðis sem að sýna, sko, dýrin í hálsaskói í barnaskólanum í Hveragerði þessa myndi, sko. Og leikritið, það er eftir Torbjörn Egner. Hann er norskur og hann hefur líka samið alla tónlistinni. Já, og Hulda Valtýsdóttir, hún sko þýddi leikritið, sko. Og Kristján frá Djúpalæk, hann þýddi vísurnar. Og leikstjóri, það er engin annar en hann Sigurgeir Hilmar Friðþjófsson. Sigurgeir Hilmar? Já. Er hann leikstjóri? Vissir það ekki? Þú veistu, hann er besti vinur minn maður, hann að söðu frá. Og vitið það, krakkar, að sko leikfélag Hveragerðis á 42 ára afmæli á þess ári. En við fáum bara að sjá 3 atriði úr leikritinu. Já, en sko, þeir sem vilja sjá meira, þeir geta bara farið til Hveragerðis og sé leiktið allt. Já, og ég með. Já, við förum saman, Lilli. Já. Ég og þú. Hér mætir mikki sjá, með mjóa kló á tá og mjúkan pels og merkjusvip sem mektar bokkar fá. Ég ligg í leini þétt, við lágan runn og klett. Ef lykt ég finn hver lítil mús löngum illa sett. Ég kalla gagn með kló í músastinni, þá kveð ég gef mér brauð úr tínu þinni. Ef mýsla neitar mér og mást ég stimpast fer, þá 1 og 2 og 3 og þá með þökk hún étin er. Þá veiði för ég fer og frakkan rauða ber, hinn minni dýr mörk og fjall á mega gáfa sér. Þau skjálfa eins og urt í ógn og flýja burt, því marga sögn mína slægð þau munu hafast burt. En í mosa músa tif ég greini, sjá margt kallinn læðist þar hjá steini. Hver hafi hljótt sig, en hérna fel ég mig, því litla montna músa greinum mætti vara sig. Tralalala, tralalala. Hjálpi mér hamingju þarna sé ég skottið á refnum. Jæja, Lilli klifurmús, nú skal ég ná þér. Stoppa, Lilli, farðu ekki upp í þetta. Mikið er það sorglegt að refur skuli ekki geta klifraði trjám. Þegiðu bara, ég skal ná þér þótt síðar verði, bíddu bara. Og hvað heldur ég þurfa að bíða lengi eftir því? Ég ætla að sitja hér þangað til þú dettur niður, þó ég þurfa að bíða hérna í heila viku. Nú það er langur tími. Já, ég er nógan tíma. Þá er ég að hugsa að búa til smá vísu á meðan við bíðum. Já. Mikki, ertu þetta Mikki? Já, komdu niður ef þú vilt tala við mig. Nei, mér fellur betur að vera hér uppi. Ég ætla bara að spyrja þig dálítið. Hvað spurðu þá? Ég ætla bara að spyrja þig hvort þið væri það nokkuð mótið skapi að ég raulaði dálítið á meðan við bíðum. Nei, syngdu bara eins og í listir. Mér finnst bara gaman að því. Heyriði, þetta segja ásettu ráði. Því þegar það fer að syngja, þá geta hann glemt sér og dottið niður. Lilli, syngdu bara svo vilt, það er allt í lagi. Já, en það er ekkert víst að finnst vísundar skemmtilegar. Nú? Nei, það eru dálítið sorglegar. Sérstaklega fyrir refi.
Ég rauna kvæði ref eitt sem hér býr. Í græðki vill hann gleypa hinn góðu skógardýr. Já, þetta sorgarsöngur víst því sagan illa fer. Hæ fallera fatter rullan ræ og vesturendin Einn dag hann var á veiðum hvar voru músahús. Þá rak hann gular glyrnur í gráa litla mús. Ég tek þig, sagði tæfa þá upp trjábólmúsin ram. Hæ fallera fatter rullan ræ, hún fylsni örugt fann. Þá varð hann súr á svipinn og sagði gott hjá þér. En bíddu bara góða, ég bíða skal þín hér. Svo tautar hann við sjálfan sig, þú síðsta leikinn átt. Hæ fallera fatter rullan ræ, hún bröltir niður brátt. En Mikki mátti bíða og músin engu kveið. Þú heyra skall hvað skeði hjá skröggervíkan leið. Já, hungrið alveg ærðan og enga veitti ró. Hæ fallera fatter rullan ræ, hann datt koll og dó. Var þetta ekki skemmtilegt kvæði, Mikki? Þetta að mesta bull sem ég nokkuð tímann heyrt. Já, þá hefur hún ekki mikið vit á skáldskap. Ó, ég skil það sem ég vil skilja og nú borða ég þig bráðum upp til agna. Hvað, ertu svona voðalega svangur? Já. Heyrðu, ég ætla að gefa þér þetta að dálítið á meðan við bíðum. Já. Lili, nú hættur þessu Já, eða hvað? Ó, ekkert. Heyrðu, Mikki, nú ætla ég að syngja fyrir aðra vísu sem mamma mín kendi mig því ég var lítill. Mamma þín? Já, ef til vill fellur hún betur en kvæði sem ég söng áðan. Já, það vögguvísa. Vögguvísa? Dvel ég í draumahöll og dagana lofa. Litlar mísum löndin öll liggja nú og sofa. Sígur ró á djúp og dal, dýr til hvílu ganga. Einnig sofna skolli skal með skottið undir vanga. Var þetta ekki fallegt kvæði, Mikki? Hann sofnaður? Nú, Mikki ekki hafa hátt því annars vaknar hann. Lili, þetta var falleg vísa sem varst að syngja. Ég veit gjarnan á syngjurinn einu sinni, en... Lili, látt eitt eins og sérst ekki þetta, ég sé þig vel. Lili, verði logandi. Nú hefur enn verið leikið á mig. Músar skömmilegni sofna. Jæja, þá fer ég bara til hans hérastups bakara og borða allar kökunar hans. Gjörðu svo vel, þá verður brauðinn. Takk fyrir, bakari. Bakaradrengur, ertu þarna? Jú, meistari, ég er hér. Sko, í dag átt þú að baka piparkökur, en ég verð í búðinni og sel brauð. Á ég að baka piparkökur? Já. Þá er þú að sýna mig hvernig að gera það, því ég hef aldrei áður bakað piparkökur. Nú þú átt að læra það. Það er engin vandi að baka piparkökur, því að við eigum okkar eigin piparkökusöng. Og ef þú lærir hann og gerir allt eins og segir í piparkökusöngnum, nú, þá er það úr því piparkökur. Hvernig er það þessi söngur? Hlusta nú á. Þegar
tekur fyrst af öllu steikar pottinn og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörið, það næsta sem hann gjörir, að ræra kíló púður saman við það heillin mín. Kíló púðurs? Púðursykur. Já, svoleiðis. Svo öllu þess lokið, hellast 8 eggjarauður saman við og kíló hvetis, hrærir og í potti vel. Síðan á að setja í þetta aðeins litla teskeið pipar. Svo þá að hnoða deigið, breiða það svo út á fjöl. Já, og svona nú söngurinn. Þá var þetta engin vandi. Og svo fleturðu út deigið eins og pönnuköku. Fletur deigið eins og pönnuköku? Og býr svo til karla og kerlingar úr deiginu. Já, karlar og kerlingar. Og svo leggurðu kökurnar á plötuna og bakar þær í ofninum. Legg kökurnar á plötuna og bakar þær í ofninum? Já, alveg rétt. Og byrjaðu nú. Já, alveg rétt og byrjaðu nú. Engin vandi að baka piparkökur menn kunna piparkökusönginn. Jæja. Þegar piparkökur bakast kökugerða maður tekur fyrst af öllu steikar pottinn og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörið, það næsta sem hann gjörir, að hræra teskeið púður saman við það heillin mín. Var það ekki áreiðanlega teskeið? Jú, það var áreiðanlega teskeið. Svo öllu þess lokið, hellast 8 eggjarauður saman við og kíló hvetis, hrærir og í potti vel. Síðan á að setja í þetta aðeins bara kíló pipar. Svo þá að hnoða deigið, breiða það svo út á fjöl. Svo fel ég mig hérna, þá skilur bangsamamma ekkert hvað þau eru orðið að mér. Svona. Og þá bara að setja þvottinn ofan í. Ó, þetta verður mikill þvottur í dag. Hjálp! Hjálp! Hvað þetta? Eitthvað þarna ofan í? Já, það ég. Nú, þetta þú, Bangsi litli. Þetta áttu þú ekki að gera, mamma. Já, en elsku litli vinur minn, ég vissi ekki að þú væri þarna inn í hrúgunni. Já, en ég var þar. Já, ég sé það núna. En hefði nú búið og gert. Og fyrst þú ert nú á annað borð komin ofan í stampið, þá get ég bara eins vel baða þig núna strax. Nei. Jú, þá þarftu ekki að fara í bað á laugardaginn. Baða litla bangsamann með blauta sápu mamma kann. Hann skal nú fá hreinan fell, hvað sem verður seinni kvöld. Hörður skán á njám á þér og hálsinn kola svartur Undrunar mér alveg fær, hvað eru skitnar tær. Betur skal ég Bangsi minn, hlusta á ég nefbroddinn, einnig gáinn eyra þitt, elsku krútti mitt. Busla, busla Bangsi mann í balanum, hann vissi kann, nú svona ekki neitt
af okkar landi hreinn. Það nú, í náttkjól? Aldrei hef ég nú séð annað það. Hvað er eiginlega að þér? Hefur þú aldrei séð apa í náttkjól? Þetta nú það hlægilegasta sem ég hef bara á ævinni séð. Og þar að auki klukkan ekkert orðin 7. Lilli minn, hvað er snuðið þetta? Veistu ekki að ég ætla að vakna klukkan 6 í fyrramálið og fara í ferðalag lengst upp í Mossusveit að heimsækja ömmu mína? Heyrðu, er það ekki hún sem að bakar þessar ofboðslega góðu pönnukökur? Jú, hún bakar bestu pönnukökur í öllum heiminum. Er það ekki? Með sultutögi og þeyttum rjóma nammi. Vá, það er alveg svo. Heyrðu, Lilli, ég skal bara ekkert vera stríðar Má ég koma með þér til ömmunni, Ef þú hættir að hlæja náttkjólinu mínu og ef þú fer snemma að sofa eins og ég. Nema, það er nú ekkert mál, En Lilli og krakkar, ég skal bjóða ykkur allum upp í Mosfellsveit eða látið ég meina aftur í heimsókn til krakkanna í Hlíð, Já, heyrðu, það er gaman. Á hvaða mál ætlaðu að syngja núna? Það er hún Dittu vinkona mín, hún ætlar að syngja guttavísuna fyrir ykkur. Hún er ekkert vinkona þín. Jæja. Þú ert bara að monta þig. Veistu, ég get bara sagt þér það að ég og Dittu við sungið tvísöng. Hann er bara að plata, þið skuli ekki trúa honum. En nú er allt búið í dag og ég segi bara góða nótt. Já, góða nótt. Bless krakkar og ég syng kannski fyrir ykkur einhvern seinna með vinkonu mín Dittu. Þegar þú. Núna ætla ég að segja ykkur sögu af strák sem við þekkjum öll. Gutti. Já, hvernig vissið þið það? Heyrðu, hann er nú svolítið óþekkur og ég trúi nú ekki að það sé neitt hérna inni sem er svona óþekkur eins og hann. Aumingja mamma, Sögu vil ég segja stutta sem að ég hef nýskeft frétt. Reynda þekkið þið hann gutta, það er alveg rétt. Óþekkur er ætíð ánginn sá, út bæinn stekkur hann og hoppar til og frá. Mömmu sinni unir aldrei hjá, eða gegnir pappa sínum. Nei, það er frá. Allan daginn, út bæinn, eilíf heyrast koll í þeim. Gutti, komdu heim. Andlitið er á þeim stutta, eins og rennblautt moldarflag. Mætt er orðin mammans gutta, mælir oft á dag. Hvað varst þú að gera, gutti minn? Getur það ekki skammast þín að komast svona inn? Réttast væri að flengja ræfilinn. Refstu svona buxurnar og nýja jakkan þinn. Þú skalt ekki þræta, gutti, það er ekki nokkur vörn. Almáttugur en sú mæð að eiga svona börn. Gutti aldrei gegnir þessu, grettir sig og bara hlær. Orðin er að einni klessu undir bíl í gær. Vonar háum vekk í dag hann datt, drottinn minn, og stuttanefið það var alveg flatt, eins og pönnukaka, er það satt? Ó já, því ég ver og miður þetta var svo bratt. Nú er guttanefið snúið, nú má hafa það á tröll. Nú er kvæðið næstum búið, nú er